Verkefni 1 í vegforritun 2 núna árið 2026 er verkefni sem að snýst það að sækja einhver gögn, vinna með þau á skráarkerfinu í fælsysteminu, búa til út frá því eitthvað HTML og þar af leiðandi fara að hugsa þetta, hey, ég þarf ekki að skrifa HTML í höndurum, ég get búið það bara til og þá losnum við margt svona og búum til fullt af svona hugmyndum og verkefnum sem er síðan búið að staðla og við förum í að skoða í framhaldinu svona eins og, hey, ég þarf ekki alltaf að vera með fúterinn afritaðan í HTML-skrá fyrir hverja einustu HTML-skrá. Ég get bara búið til, þú veist, skrá með efninu, skrá með fúternum, skrá með headernum og svo get ég bara púslað þessu saman. Og þú veist, þá erum við farin, hey, þá erum við búið til dýnamíska vefi. En við ætlum líka að læra bara hvernig það er að nota Node.js til að búa bara til almenn forrit. Þannig að þú veist, þetta er bara svona gagnavinnslu verkefni þannig séð. En það er bara mjög gott að byrja einhvers staðar og það er bara gaman að vinna með eitthvað alvöru. Þannig að núna í vegforritun 1 í fyrra, þá var hópverkefni 2 snerist það að búa til svona vef fyrir svona pub quiz, trivia, vef einhvern og nota þetta fína safn sem að er open source eða það er með hérna hvað heitir aftur leyfið? Það heitir hérna Creative Commons, þannig að ég bara mjög ánægður með að þessir góðu menn hérna settu inn allar þessar spurningar sem þeir eru búin að vinna og þetta er reynda gamalt en samt sem aður. Þetta er risastórt safn hérna í CSV formi, comma separated value formi af bara fullt af einhverjum trivia spurningum. Þannig að það sem við ætlum að gera er að sækja þetta skjal og búið til forrit sem að fyrirgefna það og vinsar út einhverjar ákveðnar spurningar eftir einhverju ákveðnu forskrift, tekur síðan niðurstöðun úr því, býr til HTML, skrifar það bara sem HTML skjal og svo getum við birt það á vef. Svo ætlum við líka að búa til smá CSS í kringum þetta og við ætlum líka að búa til smá JavaScript í kringum þetta. Þannig við fyrir tilbaka hérna að það er sett HTML og CSS upprýðunin úr vegforritun 1 er svolítið í þessu. Ósamstillt forritun með Node.js og notkun á innbyggðum módúlum og innbyggðu módúlunir eru aðalega FS í Node.js sem er bara file system módúlin og svo test módúlin sem er bara Node test og það eru svona prógranda sem við ætlum að gera sem bara skrifa einföld próf fyrir hugbúnaðinn okkar, bara unit testing og svo ætlum við að vinna með gögn og staðfesta þau. Þetta verður svona hugsanlega munum við halda áfram að gera síðan verkefni 2 eitthvað svona okkar eigin trivia quiz vef. Ég vil alltaf láta vera eitthvað svona verkefni sem er með eitthvað svona, það er eitthvað coherence í þessu, þetta fer einhvern veginn svona, myndar einhverja heild. En við ætlum að lesa inn forritið, við ætlum bara skoða það eftir. Annarkvort ætlum við að byrja því eftir núna að skoða HTML og CSS-ið eða að skoða lesagögnin eftir því hvað þið viljið. Þið veljið ykkar eigið ævintýri hérna saman sem hópur og hérna ef við þurfum að lesa þetta þá ætlum við að lesa bara hverja línu fyrir sig og meðhöndla gagnið í þeirri línu. Svo ætlum við að fá út eitthvað fylki þá spurningum og þá ætlum við að segja ég er búin að lesa þetta, ég veit hérna 6 þýðir að þetta er landafræði spurning eða eitthvað svoleiðis eftir flokk og ég ætla að finna ég ætla að fara 100 landafræði spurningar að þá bara getum við valið fyrstu 100 landafræði spurningarnar eftir röðuninu á gögnunum eða ætlum við að sjöfla fylkinu. Þið með að gera það sem þið viljið. Við ætlum bara að finna, við ætlum að enda með úr einhverjum nokkrum flokkum, helst bara öllum flokkunum, það er eiginlega einfaldara, að þá ætlum við að vera með 100 spurningar og vera með spurningu, svar og flokk. Og svo ætlum við bara að birta það. Þannig að þetta verður bara listi af fullt af spurningum. Og svo ætlum ég að ákveða ykkur hérna, viljið þið taka bara léttar spurningar eða bara miðlungs eða bara erfiðar eða viljið þið taka bara gæðastig, þannig að það er eitthvað sem ég segja, það er, einhverjum spurningar eru bara, þessar spurningar eru vissulega betri en aðrar, þannig að þið getið bara tekið með hæsta gæðastig sem eru erfiðar, 100 þannig spurningar eða ef þær eru bara 50, takið bara 50, en þið filterið út úr gögnum, þannig að við erum aðeins að vinna með gögnin og ef ykkur dettur eitthvað annað í hug, bara gerið þið það og svo erum við þá með eitthvað fylki af gögnum sem eru þá spurningar í flokki
Þá ætlum við að fara í gegnum það fylki og skrifa út HTML og þá skrifum við bara niður HTML skrá og þá hún bara til. Þá bara notum við hana og við bara birtum hana. Og við gerum þetta sem sagt í buildferli og það buildferli á í raun að eiga sér stað á tölvunni hjá okkur meðan við erum að gera þetta, en síðan líka þegar við setjum þetta verkefni upp á Netlify. Þannig að við erum í raun að búa bara til, við erum að gera í höndunum hluti sem eru leystir á betri máta. En ég er bara að gera þess að kynna ykkur fyrir þessum konseptum og já, koma okkur á stað, tala saman þetta. Svo ætlum við, já, birta gögnin og það er meira þetta hérna, þannig að þið lesið núna bara þessa lýsingu og hafið núna viku til þess að mynda ykkur skoðun á þessu, komið með spurningar og við höldum áfram í næsti félagstur verður bara að vinna í þessu verkefni. Svo er CSS, einfalt útlit, þannig að þið mögum nota annarkvort Flexbox eða Grid en verðið að nota annarkvort og það á að vera responsive, það er að segja að það á að virka í litlum skjám, stórum skjám og allt á milli. Og svo ætlum við að gera smá JavaScript, þar sem að ég er með einhver takka fyrir hverja spurningu, þar sem að ég get sagt bara eitthvað, ég sé spurninguna, ég hugsa, ég held að það sé þetta. Svo sé ég svarið og ég segi, ég hafði rétt fyrir mér, eða ég hafði ekki rétt fyrir mér og við ætlum að telja þetta. Og þetta er til þess að rifja upp JavaScript á framendanum og til þess að þið farið að conceptualize það að við erum að skrifa JavaScript sem keyrir á bakendanum og svo erum við að skrifa JavaScript sem keyrir á framendanum. Og þetta tvennt er sama forritunarmálið en mismunandi keisluumhverfi. Þannig að við erum að gera það til þess að ná þessu hérna og æfa þennan mun. En það er auðvelt að rugla þessu saman og segja, hei, ég gerði þetta hér, get ég ekki bara importa þessu hérna sem er síðan að keyra í vafranum? Eða ég er í vafranum, get ég ekki bara importa þessu sem er að keyra á servernum? Og það er ekki hægt. Þú veist, það eru leiðir til þess, en almennt er það ekki eitthvað sem við gerum. Þannig að við höfum eitthvað vefþjónustur, er yfirleitt það sem við notum til þess að brúa þarna milli. Og svo ætlum við að setja upp test og þau eiga bara að keyra eitthvað test fyrir þennan kóða sem við ætlum að skrifa á servernum. Og þetta er aðalega bara til að koma ykkur í það að þegar ég tel að það sé fátt betra að tileinka sér snemma í sínum forritunarferli en að byrja að skrifa próf, að skrifa test fyrir kóðan ykkar. Þannig ég er bara að ýta því á ykkur. Og svo ætlum við að setja upp GitHub Actions saman og gerum það í næsta tíma sem að keyrir þetta allt saman á GitHub og þá erum við líka búin að búa svolítið til bara okkar eigi svona continuous integration flæði. Við skrifum kóða, við skrifum test fyrir hann, við notum ESLint og committum í GitHub, við pushum á GitHub, GitHub keyrir eitthvað og segir grænt eða segir rautt, þetta er eitthvað að. Þannig að, og þá sjáum við þetta og það er bara í eiginlega öllum verkefnum sem við farið að vinna í einhverju teymi, þá er einhver svona ferli. Síðan ætlum við að setja bara upp með Node24, þetta einfalda buildferli sem er gefið, við ætlum að nota ECMAScript modules, við ætlum að nota import og export, ekki common.js, við ætlum að setja upp ESLint, við ætlum ekki að hafa neinar villur eða viðvaranir, svo er gefið sem sagt hérna í package.json og svo ætlum við að setja þetta upp á hýsingu í Netlify. Og svo er hérna matið á verkefninu, þannig þetta er svona þessi grófi rúbrik, svo er ég með dæmatímakennararnir hafa þetta brotið niður í alveg 5% increment. En þá sjáum þið að uppsetning á verkefni er bara svona fyrir það að þið sé að fylgja eftir þetta svona grabból, en hýsingin er 10%. Þannig ef þið eru að lenda í því að þið bara eru búin að eyða 3 klukkutímum í það að reyna að setja þetta upp á Netlify, þá getið þið bara sagt, ég ætla að sleppa þið, þetta er 10% af verkefninu. Það er alveg valid, af því að reynið þið frekar að fókusa á það þar sem þið eru að ná einhverjum framgangi og biðja sem aðstofi hitt. Þannig að það er þetta hérna. Prófið þið að setja þetta upp og láta þetta ganga út frá því sem ég ætla að sýna ykkur eftir, gera það hjá ykkur. Ef það gengur illa, gera það snemma svo þið getið haft tíma til að fá aðstoð. Prófanir 20%. Það er mjög auðvelt að eyða bara 50% af tímanum í það að skrifa test fyrir þetta. En það gildir bara 20% af verkefninu. Þannig að, aftur, meta þetta, setja upp plan og executa planið. Þetta er, og vera svolítið taktist í það hvernig ég leysi verkefnið. Þannig að þetta hérna er lungan úr verkefninu. Þetta er eiginlega gefins. Hýsingin
ef að þið fylgir því sem ég geri og ég ætla bara að sýna ykkur nákvæmlega hvernig þetta á að virka, þá er þetta líka bara að virka. Og svo eru prófanirnar kannski svona mesta svona það sem að þið þurfa aðeins að skoða og finna og fá tilfinningu fyrir hversu mikið tíma og hversu mikið vesen það er fyrir ykkur að setja ykkur inn í það og koma því upp. En þetta er verkefni 1, þannig að nú ætlum ég bara að stoppa þetta og byrja að vinna í þessu.